Flokkunarkerfi er náttúrulega kerfi sem flokkar eitthvað, en í líffræði þá flokkum við lífverur eftir ákveðnu kerfi. Þetta kerfi er í grunninn sama kerfi og Carl Linne bjó til hérna fyrir nokkur 100 árum. Hann flokkaði lífverur í ríki, síðan í fylkingu, svo í flokk, ættbálk, ættkvísl og að lokum í tegund. Hvert ríki uppfyllir, þessar lífverurnar þar uppfylla ákveðin skilyrði. Við erum dýr, við erum ekki í plönturíkinu eða svepparíkinu, af því að við erum fjölfruma lífverur sem getur hreyft okkur úr stað. Við skiptum svo dýraríkinu sem dæmi upp í mismunandi fylkingar, hverri fylkingu upp í flokka og svona höldum við áfram. Og eftir því sem við förum lengra niður þennan lista, erum kannski komin í ættkvísl eða tegund, þá er orðið miklu meira sameiginlegt. Með hvort sem við erum að tala um einstaklinga innan tegundar eða þá tegundir innan ættkvíslar. Og það er mismörg dýr í hverri ættkvísl, mismargar ættkvíslir í hverri ætt, mismargar ættir í hverjum ættbálki og svo framvegis.